við byrjum að fjalla það í síðustu viku að okkur líður ekki nógu vel í samfélaginu. Andleg líðheilsa gæti verið betri og það margt sem betri til þess að hún fari versnandi, ekki bara hjá börnunum okkar, heldur bara hjá fólki almennt. Og Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, hingað kominn. Þú varst í viðtali í Mogganum þar sem varst eiginlega að fjalla þetta helgina. Já. Takk fyrir boðið í þáttinn og það er alveg rétt að ég hef verið að skoða þessi mál út frá félagsfræðinni og setja þau eitthvað samhengi. Má ég byrja að spyrja, getum við gengið út frá þessum staðreynd að fólki líði verr í dag heldur en áður? Já, allavega sjáum við það allar tölurnar sína okkur það að svona kvíði og angist að aukast, einmanaleiki að aukast, kulnun, alls konar slíkir þættir við sjáum allstaðar að það er allstaðar að rísa, hvort sem eru yngri eða eldri kynslóðunum. Þannig að já, við getum alveg gengið út frá því vísu og við sjáum það líka bara núna, það sést mjög sterklega í því að bæði Bretland fyrst og svo Japan settu á fót einmannaleikar á þeirra sem áttu að einbytta sér líkum málum sem er svona sýnir alvarleika málsins að einmannaleiki er að aukast með alls konar neikvæðum afleiðingum fyrir einstaklinga og samfélag. Leggst þetta jafnt á alla eða leggst þetta á þá sem eru veikir eða þurfa mest á samfélaginu að halda og félagskap eða hvað? Já, þú veist, ég er ekki alveg með eitthvað tölur það á hreinu. Við tölum mest börnin? Já, kannski yngri kynslóðin, þú veist, sem er náttúrulega þessi samfélagsmiðla kynslóð. En svo finn ég líka bara hjá eldra fólki og eldri borgurum og þessi grein sem birtist þetta viðtal við mig. Ég fengi mikil endurgjöf frá eldra fólki sem finnur þetta mjög sterkt. Og upplifir það að svona samfélagi sé að rakna upp í kringu það? Já, þetta er svona í anda anómíkenningar Emil Durkheim þegar hann verður miklar þjóðfélagslega breytingar og þá finnurðu þið ekki og lendir svona til skips og bryggju og hefur ekkert fast land út í fótum verður ykkur svona kviksindi og nærði ekki að allt sem að þú helst að væri eitthvað það er ekki þannig lengur, það er komið eitthvað nýtt sem átt erfitt með að þú veist, tilenga þér og allt það. Þannig að já, ég held að það sé, en ég held að mörgum að margir finni að það er eitthvað ekki eins og á að vera en get ekki alveg fest fingur á hvað er það. Og það er ekki gamalt fólk sem að segja alltaf verið betri í gamla daga, það er kannanir og rannsóknir benda til þess að svo sé. Það er eitthvað ekki í lagi. Það er eitthvað ekki í lagi og ég var mjög áhugavert, ég var með fyrirlestur á Austurlandi fyrir einhverjum mánuðum síðan á framhaldsskóla. Ég var að segja þetta, tala þessa hluti. Það eru krakkar sem ég þekki ekki neitt, 40-50 manna hópur, sátu í svona sal og ég fann það alveg þegar ég var að tala þetta, þau horfðu í augun á mér og kinkuðu kolli, það fær alltaf svona feedback þegar maður er að flytja fyrirlestra og finnum maður hvort að audiensið áttur síðan meðtaka sem maður er að segja. Ég fann þetta rosalega sterkt að krakkarnir í framhaldsskólakrakkarnir, þeir voru algjörlega, þú veist, ég var algjörlega að tala inn í þeirra reynslu og þau horfðu í augunum mér og kinkuðu kolli í allt sem ég var að ræða með þetta og ég fann það rosalega sterkt að þau skildu mig og ég var að tala inn í þeirra reynslu. Þú varst að lýsa slæma ástandi? Ég er að lýsa slæma ástandi, já. En við áttum okkur ekki á að þetta sé slæmt ástand og vegna þess að við höfum það svo gott og þægilegt og það er allt til alls og ég hef verið að tala fyrir því að þetta félagslega í samfélaginu og líf okkar það hefur aldrei fengið eða fær aldrei þann sess sem að það á skilið þú veist við sjáum þetta í atvinnulífinu öll störf sem snúast að einhverju félagslegu að vinna með börn eða unglinga eða allt þetta slík störf eru minna metin en önnur störf en þeir sem handla með peninga til dæmis. Við sjáum þetta í háskólunum þar sem að félagsvísindi er á lægri skör en raunvísindi og náttúruvísindi. Við sjáum þetta mjög víða sem ég vinn mikið í íþróttum bak við íþróttir og það eru oft verið að fá alls konar sérfræðinga að vinna með íþróttalið en þetta félagslega það verður alltaf það fær aldrei neitt sess, það er aldrei neitt tilbúin að borga fyrir það. Við sjáum þetta í pólitíkinni þar sem við verðum að tryggja það að við framleiðum nóg og fyrirtækin hafa það gott áður og við getum farið að deila út peningunum til þess að gera þetta félagslega. Það er aldrei fremst. Já, það er aldrei fremst, já. Því er alltaf eins og íþróttunum, það eru með afreksíþróttir og við erum með afreksíþróttalið eins og Paris Saint-Germain sem er með allar stærstu stjörnur í heimi. Það eru öllu tjaldað til, til að mæla eitthvað súrefnisupptök og allt þetta.
en svo erum við með einhverja 11 einstaklinga og það er ekkert gott félagslegt afl í gangi og allt þetta. Þannig við sjáum þetta og þannig við áttum okkur ekki á þessu félagslega mikilvæg þess, vegna þess að félagslega öfl eru ósýnileg. Við höfum erfitt með að festa fingur á þeim, við höfum erfitt með að sjá þau, við höfum erfitt með að skilja þau, við höfum erfitt með að átta okkur á mikilvæg þeirra. Og þess vegna áttum okkur ekki á því hvað gerist þegar að þetta félagslega kvarnast úr félagslífi okkar og félagslegu samneyti við aðra. Þess vegna áttum okkur ekki á hvað er að gerast, en finnum þetta samt í auknum einmannaleika og einhvers konar firringu og hvað þetta nú er sem að hefur neikvæð áhrif á heilsu okkar og líðan. Sko. Þú sagði félagsleg öfl. Já. Hvað þú tekur dæmi að því? Hvað er það? Þetta sem er því að þú sagðir þetta var ósýnilegt, þá var ég að biðja að gera það sýnilegt. Þegar við erum í félagslegu samneyti við aðra, þá finnum við einhvers konar, það er einhver stemning sem myndast. Og rannsóknir hafa sýnt það að leið og við erum maður í félagslegum samskiptum við aðra, það hefur áhrif á heilastarfsemi okkar. Við erum hópdýr. Við erum hópdýr, okkur líður betur, við finnum meiri samkennd, það er alls konar sem gerist í félagslegum samskiptum. En það er erfitt að festa fingur á þessu, þetta hefur ekki svona haldbæran veruleika, skilur við, þetta er meira, þetta hefur áhrif á líðan okkar, bein áhrif á líðan okkar og þess vegna áttum við ekki á því. Við finnum allstað þar sem við komum, það sem fólk er, það er ákveðin stemning í loftinu. Stundum getur stemningin verið góð, stundum getur hún verið slæm. Það er erfitt að segja hvað það er, en við finnum það og skynjum það. Og þegar við erum að tala saman, við finnum hvort það er eitthvað millum okkar. Okkur millum okkar og hvort það sé eitthvað að gerast eða hvort það er ekki gerast og allt það. Og við höfum verið í hópum þar sem hópurinn verður sterkari heldur en summa einstaklingana, en við höfum líka verið í hópum þar sem hópurinn er lakari eins og þú varst að taka dæmi með þessu sorglega knattspyrnuliði í París. Já, og ég hef mikið verið í íþróttum og það er okkur þetta að sko þegar hópurinn verður stærri en summa einingarna sem mynda það, þá er eitthvað félagslegt afl sem gerir það, sem ýtir öllum og skapar eitthvað nýtt. Þannig að það sem ég kalla þetta félagslega til að reyna að gefa því svona hærri sess, og ég er búin að gefa þessu hugtak að það eru félagslegi töfrar. Og töfrarnir felast í þessu, ef að ég og þú hittum sér út úr götu og förum að tala saman, þá er eitthvað í samskiptunum okkar sem gefur okkur eitthvað. Það er einhver skilaboð einhverja mælikvarða, það er einhverja upplýsingar, það er bros, það eru hugmyndir, ég finn til mín eða eitthvað slíkt og þetta er eins og við kalla emergent, þetta sprettur fram úr samskiptum okkar. Þannig að það verður eitthvað meira í samskiptunum heldur en var ef við værum bara tveir sem einstaklingar, skilur við. Og það er galdurinn og töfrarnir við félagslega samskipti. Við kunnum ekki að nefna þetta. Það var ekki, við sóttum ekki C-vítamín eða eitthvað sem við kunnum að nefna með öðrum hætti. Já. Þetta er næring sem við kunnum ekki að nefna hver er. Nei, og þess er ég að segja, ég er hann að gefinni sess með sko félagslegi töfrar. Töfrar eru í þessu skilningi jákvæðir og uppbyggilegir og gefa okkur einhverja nánd, gefa okkur tilfinningur við tilheyrum, upplýsingar, alls konar hlutir, þetta er algjör heimur sem að við förum þá misvið ef við hittum ekki annað fólk, skilur við. Vegna þess að... Og þú ert ekki bara að tala um svona fjölskyldur þar sem út í ríku sambandi við fólk sem þú rektar áratugum saman, heldur þú líka bara að tala um samskipti okkar út í bakari á Laugardalsmóti. Já, félagslega töfrar geta verið í litlu magni og geta verið í miklu magni. Litlu magni ég er út í bakari og hitt einhvern og sé einhvern og það er eitthvað sem fær mig til að brosa eða ég heilsa kassastarfsmannum í krónunni og... Þekki nágrannaðina. Já, akkurat þetta, það er í litlu magni. Í miklu magni það er kannski ástríða milli elskenda eða verða að skora sígumarki heimsmeistarkeppni í fótbolta. Þannig við erum eitthvað svona kvarða félagslegum töfrum og samskipt okkar við fólki í kringum okkur er sjálfsögum mjög mikilvægt, en ekki síður samskipt okkar við fólk sem við þekkjum ekki í nær umhverf okkar. Og það sem er að gerast núna með allir tæknifæðingunni, sjálfvirkninni, það er sjálfsafgreiðslukassar í matvörubúðum og bankastar sem eru á netinu og pósthús og allt þetta og maður þarf barkóða til að skanna matsela og eitthvað slíkt, alls konar tala við spjallmenni á vefsíðum, þá kvarnast upp úr þessum félagslegu samskiptum hér og þar og þegar þetta verður víða þá fer að hafa áhrif á okkur. Og þetta á sérstaklega við nærsamfélagið. Vegna þess að nærsamfélagið er okkur svo mikilvægt. Í nærsamfélaginu býr félagsauður, það sem við þekkjum fólki í kringum okkur, þá myndast traust, þá myndast þessi mikilvægi tilfinning fyrir okkur að tilheyra einhverjum hópi sem er stærri en við sjálf, alveg svo trúarbröðin sýndu í gamla daga. Það var mikið aðalatriði í trúarbröðunum að tilheyra
að tilheyra samfélaginu og núna, þú veist, þá tilheyrum við ekkert lengur, sko. Við tilheyrum ekki nágrunum okkar, fólkinu, við hittum aldrei neitt, sko. Þá erum við bara í einhver virtual heimi, þar sem við erum bara í lausu lofti og vantar alla fótfestu og allan stuðning og alla nánd og hlýju, sko. Og við þekkjum líka bara að sko, hinn formlega félagsuppbygging samfélagsins er að brotna, talað lélega virkni í verkalýðshreyfingunni, í stjórnmálum, í öllum, þannig að það er líka þessi sko formlega félagsuppbygging samfélagsins er líka ekki eftir. Já, og það má segja kannski bara að þjóðuríkið gæti bara liðið undir lok og allt þetta sem köllum samfélag, í eitthvað svona annan heim og þá, en sko... En ég er að sljóta einu inn, við lifum náttúrulega tíma sem hefur ekki haft mikla trú á sko félagslegum þáttum, það er það vitna í spáman okkar tíma, Margaret Thatcher, sem sagði það er ekki til neitt sem heitir samfélag, það er bara til safna vinstaklingum. Þannig að þetta er bara blekking hjá þér að narra okkur út frá sko hagsmunum, að gæta okkar eigin hagsmuna, til þess að fara að gæta ykkur óljósara hagsmuna sem kallt ekki svona orða, til þess að draga fókusi frá því sem við ættum að hafa fókusin á sem er að magna upp eigin velsæld. Já, eða blekking í hináttina, að það sé verið að draga okkur í að kaupa vörur á netinu og vera föst í þessum samfélagsmiðlum, skilur við, sem að gera það verkum að ríkustu fyrirtæki heimi verða ríkar og stjórna heiminum í meiri mæli. Það er hin hliðin á þessu og það er sú hlið sem er eiginlega að hafa vinningin svo má orðið komast vegna þess að við sjáum að hvað var ekki 7 af 10 verðmætustu fyrirtækjum heims á síðast ári þau voru öll í þessum tækni og samskiptamiðla geira sko, sem bara vaksa og þessi samskiptamiðla geiri hann hefur svona gefið það út og gefið sér út fyrir það hann snýst að sameina fólk, auka samskipti, connecting people og gera heimina betri stað. En þá ýmislegt bendir til að hvorugt eigi við rök að styðjast vegna þess að heimurinn er frekar að gliðna, bergmálshellarnir eru að stækka, polariseringen skautunin er að vera harðskettar og aukast og samskipti okkar við fólki í kringum okkur er að minnka. Þannig að þetta er svona, en þetta er allt í hag þessara fyrirtækja og við sjáum það kannski núna líka að þetta eiga svona vilja hafa þá yfirbráð að þessi eitthvað riddar á hvítum hesti en leið og það slær aðeins á sko, þá fara að rukka fyrir sko, og nú er Facebook og Twitter komið með eitthvað sem getur borga fyrir svona auðkenni sko, fyrir utan allar auglýsingarnar sem ítir undir neysluvæðingun og allt það sko. Þannig að þetta eru öllar botni hvort bara fyrirtæki sem snúast að græða peninga sko. Eru samfélagsmiðlarnir, eru þeir ógn ef að horfa á það sem ógn? Já, klárlega. Þess að éta upp félagslega netið í samfélaginu? Já, það sem ég segi sko, það sem hefur gerst er að samfélagsmiðlarnir og þessi samfélagstekni hefur hrifsað til sín félagslífið okkar. Við höfum mist sem sé við höfum mist svona, hvernig ég orða þetta við höfum mist stjórn á okkar eigin félagslífi. Það er alltaf forsend. Þetta er svona hluti af svona félagsrými okkar ef við getum sagt þess svo. Þú veist, við gátum hist í Iðnó og þú veist, við gátum hist eitthvað staðar en núna er bara, við getum hist á netinu. Við getum alltaf fund á netinu, þessi þáttur á netinu. Já, nákvæmlega. Og það er í sko hag samfélagsmiðlufyrirtækjanna að við hittumst á samfélagsmiðlunum. Það er ekki hag þeirra að við hittumst hér, skilurðu, ef við hittumst með fólki, þeir græða ekkert á því. En leið og við hittumst á netinu, þá græða þeir á því og geta nota algoritmana sína og selt okkur auglýsingar og allt þetta, sko. Þannig að það er þeirra hag. Og ég segi svona að þeirra var kannski hrifsa til sín þessi svið, það sem eigum félagslega samskipti og COVID náttúrulega hjálpaði mikið til að við svona gáfum þetta. Hrifsa til þá áttu við ekki bætt við, það eru að hrifsa til sín. Já, vegna þess að eins og ég hef postmann sem mjög merkur fjölmiðlarinn, hann sagði sko alltaf með tækninýjungar við erum haldið misskilja við höldum alltaf að þau bæti við þessu viðbót við allt eins og var en það er misskilningur. Tæknin umbreytir öllu sem var. Þannig að samfélagsmiðlarnir er ekki viðbót við lífið okkar, heldur umbreytaðir samskiptum okkar. Og þess vegna er þetta kannski hættulegt vegna þess að samskipt okkar eru þá að færast frá þessum augliti til augliti samskiptum í samskipti gegnum tól og tæki. Heldur að við séum svolítið blind fyrir þessu, hvers virði bara mannleg samskipti eru? Ég held að margir eitthvað áttu sig á þessu í þessum Zoom árum, þegar þú varst alltaf að tala við fólki í Zoom, að það vantaði eitthvað. Það er betra að hitta fólk augliti til auglitis. Já, ég held það og líka það sem það var kannski áhugavert í COVID að meiri segja svona
mesta frjálshyggjufólkið sem var á móti móti þessum öllum takmörkunum þegar leið á, hvað var það í raun og vera að biðja um, sko? Það var að biðja um að fá að hitta fólk, sko. Skilur við, að fara í matabóð og vera meðal fólk, sko. Og það var það sem að var orðið krafan, að fá að geta verið í samfélagi við aðra, sko. Og það var svolítið áhugavert, merkilegt fannst mér. En COVID var mjög áhugavert vegna þess að kannski fyrir COVID þá voru margir kannski skeptískir yfir að tæknin væri að taka yfir hversdagslífið. En í COVID þá kom tæknin og hjálpaði okkur og bjargaði okkur, bara eins og bara riddar á hvítum hesti og bjargaði okkur með því að bæði að þessi samskiptatækni gerði okkur kleift að stunda nám í fjarnámi og vinna í fjarvinnu, gerði okkur kleift að vera í samskipti við ætningi og vini, sjálfvirknin gerði verkum að við fórum á sjálfsækvörslukass og allt það. Og þá matsölustaðir fluttust inn í heimsendingar. Já, nákvæmlega. Já, það jókst allt. Og þá í þessu samhengi þá hjálpaði samskiptatæknin okkar að takast á við félagslega einangrun. Hún hjálpaði okkur út úr þessari félagslega einangrun eða að takast á við hana sem var þá. Eftir COVID þá var lag fyrir tæknina farin og öll svið samfélagsins vegna hún var búin að selja sig til okkar og við höfðum tröllatrú, en hún var bjargvætturinn. Og ég hitti manni eftir þetta einhvern tímann eftir COVID sem hann sagði, hitt hann bara förnu vegi og hann sagði að ég er að kenna í háskólanum. Núna er þetta fjarnám komið, það er frábært, verður ekki bara allt nám svona í framtíðinni, sko. Og ég bara, nei, þetta er nú, þú veist, ekki alveg þannig. Og það sem gerir samt eftir COVID, þá fyrir tæknin að taka yfir og þá í staðin fyrir að hjálpa okkur úr félagslegri einangrun, þá fyrir hann að stuðla félagslegri einangrun. Vegna það er mikill munur á samfélaginu í COVID og samfélaginu eftir COVID. Samfélagið í COVID, þá var samfélagið rosalega samheldið. Og þetta er svona í anda þess að þegar að stafar ytri ógn að samfélagum, þá þjappast borgarnir saman. Og það gerðist í COVID, sérstaklega fyrstum sinn, að við ytri ógn, þá hjálpuðust allir saman. Hjálpuðust allir að, við vorum að, þú veist, syngja fyrir utan gluggan hjá fólki og sækja vörur fyrir fólk og flytja ljóð á samfélagsmiðlum. Það var svona... Sýndum okkur bestu hlýðar. Þannig að það var mikil samstaða. Eftir COVID aftur, þá er ekki þessi sama samstaða, sko. En þá erum við ennþá með tæknina sem fyrir að stjórna okkur, en við erum ekki með þetta lím í samfélaginu sem að heldur okkur saman og hjálpar okkur að mynda samfélag. Og þess vegna ítir tæknin undir félagslega einangrun eftir COVID, þó hún hafi hjálpað okkur að takast á við félagslega einangrun í COVID. Þannig að samhengi skipti máli. Við gætum ekki þola þessa félagslega einangrun nema með tækninni. Þannig að hún eiginlega ítir okkur út í félagslega einangrun. Já, hún gerir það vegna þess að ef hún væri ekki, þá myndum við rópa og bregðast við og gera eitthvað. Þannig að hún hjálpar okkur raunverulega að fara dýpra inn. Í félagslega einangrun. Já, reyndar. Já. Og við vorum þá kannski ekki skeptísk fyrir tækninni eins og við vorum, af því hún sannaði sig í COVID. En punkturinn þessi, í COVID þá hafði hún ákveðið hlutverk og það var annars konar samfélag. Eftir COVID þá breytist samfélagið og við höfum ekki alveg hennan stuðning og það er allir bara í sínu hotni og þá fyrir hún að ýta undir félagslega einangrun og virkar þvert öfugt við það sem gerði í COVID. En svona aukin einstaklingshyggja í samfélaginu, það er búið að tala um hana lengi áður en að samfélagsmiðlarnir komu. Getur verið það að formið á tækninni að hverju hún er að svara með annars félagslega einangrun hafi verið búin að til að meinið hafi verið eiginlega komið áður en að samfélagsmiðlarnir komu eða samfélagsmiðlarnir eru þeir meinið? Ég held að samfélagsmiðlarnir séu ekki meinið ef við tölum með þannig einstaklega ekki að sé mein en heldur hafa þeir kannski íkt það og veitt í einhvers konar farveg. Við sjáum allt þetta, við erum alltaf að gera allt bara á eigin forsendum, bara sjónvarpsdagskrá og podcast og allt það, það er allir bara, þú veist, þannig að samfélagi er rosalega einstaklingsmiðað. Og það er náttúrulega ekki samfélag? Nei, samfélag er það sem deilum saman. Já, og þá náttúrulega bara hriktir í stóðum samfélagsins, sko. Og það er svona vafasum vegferð vegna þess að við vitum það líka að samfélag getur búið til alls konar auðmagn eins og félagslegt auðmagn, social capital sem byggir á trausti og samhjálp og þegar það er félagsauður þá verða hverfin okkar betri og lífi verður auðveldara og við fáum alls konar aðstof í ýmis verk og allt þetta og það hefur sýnt sig að við erum miklu betri árangur að vinna saman í hópum heldur en sem einstaklinga og Daniel Kahneman, Nóbelsverðlaunahafi í sálfræði, til þess með bók sem heitir Noise sem hann talar að við erum sem einstaklingar, við erum svona rosalega miklar skynvillur sem að við framkvæmum í dagsins störfum, sko. Við
við metum hlutin ekki rétt og gerum rosalega mikið mistökum að við sjáum ekki hlutin réttu ljósi og allt það. Leið út frá að vinna og fleiri koma að ákvörðuninni, þá verður hún betri. Og því fjölbreytari sem hópurinn því betri? Fjölbreytari hópurinn sem betri, sem þá öflugra samfélag. Já, og það líka sem tengist þessu, sko, að talandi polariseringu og skautununa. Samfélagsmiðlarnir hafa náttúrulega ýkt alla þessa sundurgreiningu í gegnum bergmálshellan og allt það og sem gerir það verkum það hver upp á móti öllum öðrum eða hver upp á móti öðrum og það verður ekkert raunverulegt samtal og ég segi samtal í gegnum tól og tæki það er ekki eins og samtal við mannesku í raunheimum, það er bara allt öðruvísi vegna þess í samskiptum þá er svo lítill hluti af samskiptunum sem fer í gegnum miðilinn eins og Marshall McLuhan sagði sko, miðillinn merkingin sko. Það tapast svo mikið í gegnum miðillinn og ef við eigum hérna samskipti eitt er það sem við segjum það sem við segjum, það er eitt sem skiptir máli annað er hvernig við segjum það þriðja lagi er augnsamband svipbrigði líkamstjáning, tákn sem við notum snerting, lykt nánd, stemning andrúmsloft skilur við þetta tapast allt í gegnum miðilinn. Allt nema það sem sagt, kannski. Og þessu tengt þá, eins og ég sagði áðan, með því að hittast í augliti til auglitisamskiptum, þá verður eitthvað svona kemistri á milli fólks, það verður meiri samkennd, það verður meiri samvitund, meira samtal á jafnréttisgrundvelli, rannsóknir sína til dæmis mjög áhugaverð, sýnir að fólk sem hefur háa efnahagslega stöðu, eða herri efnahagslega stöðu eða status og kannski meira menningarauðmagn þegar það hittir aðra í auglitis samskiptum þá felur það oft stöðuna. Það var rannsókn á prófessorum í Noregi og þeir voru spurði hittu ykkur sem voru ekki prófessorar hvað gerir þú? Það var bara ég er félagsfræðingur Já, hvar vinnur? Já, ég vinn í háskólanum og hvað ertu að gera þar? Já, ég er prófessor sko, finnst þetta bara óþægilegt og það er það sem að samskipti, augliti samskipti gera þau leitast alltaf við að vera í ykkur jafnvægi þannig að þá talar fólk meira saman á jafnréttisgrundvelli og þá verður meiri samræða netmiðlar snúast ekkert samskipti snúast miklu meir stöðuták sko ég er að setja einhverja mynd af mér á samfélagsmiðla, setja bestu myndirnar af mér og þegar krakkandi mínir gera hitt og þetta. Þannig að netmiðlarnir eða samskiptamiðlar snúast miklu meira sem stöðuták, meðan að samskipti í raunheimum snúast miklu meira samskipti. Það er slæm menning. Það er slæm menning. Það er góð menning að gera að ekki vera að flagga sér í samskiptu við fólk, það er góð menning. Já, og það en inni á samfélagsmiðlunum er slæm menning. Já, og við sjáum það til dæmis bara í heitu pottunum, sko. Þá tölum við saman, óháð stétt og stöðu, þá verður eitthvað samtal. Og það er fræða fólki í Stanford, háskólanum í Bandaríkjunum, var að skoða þessa polariseringu, tegstu þetta. Og bara fólki sem er yst á hvorum vængnum eða með eitthvað málefni og fengur fólki til að koma saman í einhvers konar umræðuhópa ég kallu þetta the magic sauce of democracy töfrasósa lýðræðisins og það sem að þessar fyrstu niðurstöðu gefa til kynna að fólk svona það mildast í skoðunum sínum það nær meira saman það fær meiri samkennd með þeim sem eru ósammála og sumir jafnvel skiptum skoðun og þetta er rosalega svona stórt mál sem tengist þessum samfélagsmiðlum og samskiptum að leið og við samskiptin fara á samfélagsmiðla þá verður meiri skautun, meiri polarisering að því við erum ekki að tala saman, við erum ekki að tengja heldur en í auglitis til auglitis samskiptum. Dæmum þetta er þegar Haraldur Þorsteinsson átti í þessum viðræðum við Elon Musk á Twitter og samskiptin voru mjög harðskeytt og Elon Musk var mjög, þú veist, hann var hrokafullur og dónalegur og allt það og svo áttu við vídeósamtal og sem að svona leystist úr málunum og Elon Musk sagði mér svo Twitter er engin staður til að eiga samskipti skilur við og það var svona koronaða og við getum að gefa okkur það ef að vídeósamskipti eru þetta miklu betri en samskipti á Twitter hversu mikið betri eru þá samskipti auglitis með við vídeósamskipti sko. Það er alveg rosalega munur þannig að það skiptir svo miklu máli að við eigum samskipti við hvert annað í raunheimum sem að bæði lætur okkur líða betur sendir alls konar skilaboð og allt það, dregur úr polariseringu og öllu þessu og hefur bara mjög góð áhrif á okkur.
Þannig að það svona kannski svona stór partur af þessu. Ég í félagsskapa sem hefur lært þetta að við tökum ekki ákvörðun nema augliti til auglitis. Það sem að kynna mál, að setja sig inn í það er ekkert að gera það í vídeósamskiptum. Í vídeósamskiptur ágætt til þess að kannski taka afstöð til mála sem hafa verið kynnt, sem bara svona rútínu, en svo í textanum það sem á milli, þá má bara vera að reka eftir, er þetta búið að gera þetta eða eitthvað svolítið, það má ekki vera eitthvað sem því það getur leyst upp í eitthvað svona ágreining sem oft engin innistæða fyrir. Nei, vegna þess að samskiptin eru svo, það er búið að strípa þau svo niður. En er þetta ekki sem ég að lýsa, að fólk lærir þetta smátt og smátt, eða ekki? Þannig að við kannski hafa ekki þá samskiptamilandi játt mikil áhrif á okkur, við hljótum að læra á þau, eða er það kannski ekki þannig, er við bara að festast í gildrunni? Ég held við festust í gildrunni og ég held að að við tökum þessari tæknivæðingu nútímans, við tökum henni svolítið eins og sér náttúruleg. Þetta er náttúruleg þróun, sem þetta er náttúrulega ekki. En við tökum henni sér náttúrulegri og þá trúum við á hana. Það er allir að gera þetta í kringum okkur, stjórnvöld, opinberir aðilar, það eru allir að ýta okkur í átt að tækninni. Við verðum að vera með síman okkar, við verðum að vera með rafræn skilningi, við verðum að gera þetta. Það var í fréttum helgina, sá ég að öll íslensk sveitafélög voru að taka upp spjallmenni til að svara fyrirspurnum. Það eru allir að beina okkur í þessa átt, skilurðu, og þá förum við að taka þetta sem einhvern heilansæling. Þetta er bara gott og svona átt að vera og allt það, og förum að taka þessu sem gefnu að svona eiga hlutirnar vera og þetta hlýtur að vera gott. Við aðlugum okkur bara þessu. Já, þetta hlýtur að vera gott, því að allir eru að gera þetta. Og stjórnvöld og allir eru að ýta okkur þangað og hlýtur þetta að vera gott. Verðmæti sem að tapast, það sem að við missum þá sjónar af. Ég ætla að taka dæmi að ég bjó eitt ár út í París og þar eru ennþá leifar af svona gömlum viðskiptaháttum í sambandi við mat. Þú veist náttúrulega að sé þetta, það er svona ostabúð og bakari og slátrari og grænmetisali og enginn af þessu búðum það er yfirleitt fjölskyldurekið, það var þannig, það var reyndar einhverja kæður byrjar að hreinsa þetta upp eins og raltar hörna í heiminum. Og þá það þannig að hjónin sem ekki ostabúðina, þau þekkja bændur og síðan þekkja þau byrgja og byrgið þekki bændur og eitthvað fleira. Og inn í þessu búðum að það byggir þetta á trausti og smátt að byrjar fólki sem hún verslar við að það þekki þig, þannig að þú heilsar fólkinu og stundu veit fólkið smekkðinn og allt þetta. Og þetta er sem sagt keðja sem alveg frá neytandanum til framleiðandans sem að byggir upp á svona mannlegu trausti. Þannig að og vörnin er svo að það er svo erfitt að svíkja því að í hliðina eru síðan stórmarkaðinir og þar lappar inn og þú sérð ekki kaupmanninn og þú sérð ekki þann sem er rétt af vöruna og þá tekur eftir í mjög fljótlega að það byrja að ljúga stórkostlega að þér. 30% ódýrara, misan heitir hristi og alls konar svona allir komin inn í heim hinna fullkomnu lygi. Og þá segir menn að við erum að hafa eitthvað svona aðferð til þess að verja neytandan inn í þessum helli lýginar og þá erum við með síðasta neysludag, innihaldslýsingar sem að hitt kerfið þurfti aldrei á að halda. Þú þarft ekki kemur ekki inn til slátrar í Fraklandi og spyrðu síðasta neysludag. Þetta er ekki hug. Því þar eru svona verðmæti félagslegu töfra virka bara, ég get alveg sagt þér að stórkostlega í samanburði við stórmarkaðina. Já, og þetta er bara að tala annars vegar félagsauð og félagsauð byggir á þessu trausti og hins vegar þetta tala þessa stöðlun og allt það. Og þetta er það sem að George Ritzer talaði sem McDonald's-væðingu samfélagsins. Það sem að nota McDonald's hamborgarakeðuna til að sýna hvernig rationalismin eða skynsemisvæðing nútímans er að taka yfir að það verður alltaf vera skilvirt og fyrirsjáanlegt og allt það og það eigur arbærni og allt þetta og þetta snýst allt það. Þannig að samfélagi snýst allt það að allt sé skilvirkar og arbærara. En á sama tíma og McDonald's borgarinn á að ná til fjöldans og verið eins alveg sama hvar hann er framleiddur þá verður ekkert varið í hann lengur Þú veist, þá verður þetta ómerkilegt, það er engin svona, þú veist, það er ekkert varið í vöruna og þannig við færum þess að Ritzer segir frá því að hafa eitthvað sem var mikilsvirði í því að vera miklu minna virði, skilurðu. En við erum að fórna þessu verðmætunum alla daga. Já.
og það bara eiginlega, kannski þú ættir að reyna að stoppa það, en það ekki margir sem reyna að stoppa það. Nei, og þess vegna ég að segja sko, vegna þess að þetta bara fer fram hjá okkur, við áttum okkur ekki á sko, og ég segi grundvallapunkturinn ef við áttum okkur ekki á mikilvægi þessa félagslega, skilur við. Og ég sá auglýsingu áðan, frá okkur svona fyrirtæki sem sendir heim bara, þú veist, ekki eyðileggja vikuna með að þurfa að fara út í búð sko, þú veist það. Og ég lít akkurat á þetta öfugt, ég fer alltaf út í búð, mér finnst það gaman, skilur, og ég spjalla alltaf, segi alltaf hæfi kassastarfsmenn og þekki suma vegna þess að ég bara fæ mikið út úr því að fara út í búð að upplifa félagslega töfra, ég hitti fólk sem ég hitt og sé eitthvað sem ykkur tísku, já þetta flott og eitthvað og það eitthvað sem spjallar við mig sem ég þekki ekki og allt það og mér finnst þetta allt ótrúlega gefandi og segir það að ég bara partur af samfélagi. Ef ég ekki út í búð, þá ég meira bara inni heima hjá mér, það þægilegt og það einfalt, en það vantar alla hennan félagslegu vít sem gefur mér eitthvað og gerir það manni, náttúrulega. Gerir maður manni og ég finn svona bara, þú veist, samvindund með öðrum, hvað að gerast í samfélaginu, þú veist, og kynnist fólki og allt þetta, maður fyrir að mis við allt það, sko. Þannig þetta ekki vesen eins og búðin hann skilur við, þetta eru tækifæri í þessu að hitta fólk. Það eru raunveruleg verðmæti sem við eigum að tegja okkur eftir, sem að við kunnum ekki að nefna. Já, kunnum ekki nefna og þess vegna svona þetta félagslega. Kunnum ekki að mæla. Já, og þess vegna kannski að segja sko að við þurfum kannski að breyta fókusnum aðeins sko. Ég var í London daginn og þá labbaðum og það voru alls konar magic svona bara buzz orðið greinilega. Það var magic og öðru hverju skilti. Þú veist, Coca-Cola, bara sannir töfrar og einhverja sýningar og alls konar. Það var allt magic. Og ég einfallega að segja það að sko við lítum alltaf á þetta yfirnáttúrulega eða og einhverja skemmtana iðnaðinn og allt þetta glamúr og allt þetta. Við lítum á þetta sem magical, að sjá Avatar í bíó, skilurðu, og eitthvað svona. Við lítum alltaf það eitthvað sem heilagt og stórkostlegt, en okkar í lífi bara svona mundane og hversdagslegt. Og ég eiginlega að segja það að Avatar í bíó bara fake, og Coca-Cola ekki töfrar, Coca-Cola bara dæmi McDonalds-væðingun og Coca-Cola alltaf eins, þetta bara efnafræði formúla, það aldrei neitt óvænt við að drekka Coca-Cola, skilur við. En í félagslegum samskiptum, það alltaf eitthvað óvænt, alltaf eitthvað nýtt, alltaf sem gefur þér eitthvað, alltaf sem stækkar þig og allt þetta. Og meira sem þú leggur út í það því meira færðu tilbaka? Já, nákvæmlega. Og þannig að við þurfum sko að svissa þessu og að líta á skemmtana iðnaðinn og neysluvarningin sem heilagan og eitthvað sem stórkostlegt og kunna meta það sem við höfum sjálf vegna það raunverulega það stórkostlega í lífinu, sko. Fólki í kringum okkur, félagslegu samskiptin, félagslegu töfrarnir og við þurfum að læra að meta allt þetta til að varðveita það, til að líða betur og samfélagi verið betra. Og líka þessa litlu atriði, ég ætla að segja aðra svona reynslusögu. Í COVID þá var ég á heilsuhælinu í Hveragerði. Það var ég var með bílaða mjöðum og bara funkaraði ekki, þannig ég var í 4 vikur þar og það var yfir COVID en það tókst að verja, þannig að starfsemi var svo til eðlileg, það var bara ekki hægt að fara og ráða á diskinn svona með sama hætti en maður hafði sko eðlileg félagsleg samskipti við fólk, satt bara og spjallaði á kvöldin og fekk fólk til að segja sér ævisögu sína og svo veist að spjalla bara við einhvern í sundinu og allt þetta. Og svo þegar ég var búin hann í 4 vikur og þá sótti konan mig og þá hafði verið sko fullkomið lockdown eiginlega, eins mikið það var og hún sótti mig og ég fann það að ég þekki náttúrulega konuna mína, þá allt í einu fann ég hvaða ég hafði notið þess að eiga í þessum sko hversdagslegu einföldu samskiptum við ókunnuga og svona kynnast fólki og allt þetta í sama því ég fann að það vantaði í að ég fann það á konunum minni að hún hafði mistið þetta og ég hugsaði, þú veist, bara holy shit að enginn hafi verið að benda okkur á mikilvægi þessa, þú veist, einföldu samskipta sem við eigum við, en að hversdagslegu samskipta við annað fólk. Ég held að fólk sé svolítið eins og saman, það svolítið að finna þetta núna, án þess að geti kannski fest fingur á þessu, skilur við. Það eru tölur sem benda til þess og rannsóknir sýna það að kannski hlutfall fólk sem fylgir læknis, það fyrir heimilislæknis, það ekki að sækja bót meina sína, sko, það að fara að fá félagsskap.
hárgreiðslukona sem klippi mig, hún sagði sko, þegar ég færi eldra fólk hérna, það vil bara spjalla, vil ekki fara að fara á barinn, dæmi þetta sem að barþjóðin svona sálusorgari nú eru komin svona vélmenna barþjónar sem blanda drykkiðinn skilurðu. Þeir munu örugglega setja í það svona spjallforrit þannig að þú getur sagt honum syndum. Já, nákvæmlega. Og það minnir mig myndin Hör með Joaquin Phoenix sko, hann átti kærustu sem var eitthvað svona virtual og voða ánægður en svo var hann ekki eins ánægður þegar hann fattaði það að hún átti sko 40.000 kærasta sko, ekki bara hann. En svo var athyglisvert mál sem gerðist á Spáni í fyrra. Það var spænskur ellilífeyrisþegi, hann fór í svona skarherrur gegn spöngum bönkunum sem voru að loka útibúum og segja alla að þú verður að eiga bankaviðskipti um app. Og spænskur ellilífeyrisþegi og hann fór í og startaði undirskriftasöfnun og gekk voða vel og þetta mál fór á flug og forsætisráðherra var komin inn í þetta eitthvað og þetta vakti heimsathygli og hann var að segja bara sko bankarnir eru að svona taka mennskuna úr samfélaginu og samskiptunum með þessu og ég læti ekki koma fram við mig eins og eitthvað fáita eins og hann sagði sko. Þú veist, við erum bara fólk hérna og við erum bara búin að skipta við hann banka hérna í 60 ár sko. Og það gerði það verkum að bankarnir bökkuðu og opnuðu eitthvað út í búinum aftur en þetta það bara sem fullt af fólki svolítið að finna og líður þannig án þess kannski að geta sagt eitthvað eða bent á það vegna þess að bæði þetta ósýnilegt, það eru allir að fara þarna, það bara hallarislegt að vera á móti tækninni, skilur það bara old man yells at clouds, skilur það bara hallarislegt og við eigum að vera það er framsýni og tæknin leysir alls konar mál og allt það, þannig að það búið að selja okkur þá hugmynd að við eigum bara að taka þessu sem gefnu og svo líka eins og Emil Durkheim sagði, hann með að tala félagslega staðreyndir, social facts. Það þessi hlutir allt í kringum okkur sem að stjórna okkur. Segja okkur mælikvarða, hvað má og hvað má ekki, hvað við að gera og allt það. Og félagslegu staðreyndir þetta núna eru bara það að tæknin bara jákvæð, hún að koma okkur inn í framtíðina, við eigum öll að taka upp tæknina, þetta verður allt svo einfalt og það og það rosalega erfitt að brjóta gegn því. Þegar allt að ýta mann í sömu áttina þó mann líði ekki vel með það maður kemst ekkert upp með annað og það enginn sem að tala máli manns og það enginn sem að berjast eins og San Juan á Spáni og þá bara svona lætur maður þetta bara í þessi ganga. Vegna þess að maður félagsvera og hópdýr. Vegna þess að maður félagsvera og hópdýr. Já, við fylgjum hópnum. Þú vilt ekki vera skilin eftir þar í hjörðin fyrr. Nei, við fylgjum hópnum og svo bara, þú veist. Þá kemur að spurningunni að við erum búin að greina vandamálið þetta staðar og greina hvernig það birtist í samfélaginu og að það sé neikvætt á margan hátt. Og þá er spurningin hvað þetta ráða? Þessu verður, það ráða. Sko. Og þú er búin að lýsa yfir að sumuleyti andstæðingur ríkustu fyrirtæki heimi. Já. Það ráðið. Fyrsta lagi ráðið, við áttum okkur stöðinni. Skilur við. Bara eins og eitthvað kínvest gammalt máltæki, sko. Fyrsta skrefið, mikilvægasta skrefið. Það fyrsta skrefið við áttum okkur á að þetta ekki eðlileg þróun. Og ef að, ég las frábæra bókum þetta tæknivæðinguna, sagði sko, Rebot, við þurfum að bara endurræsa. Skilur, ef við myndum endurræsa þetta kerfi allt saman og byrja upp á nýtt þá myndum við aldrei hafa það svona skilur, við myndum gera þetta öðruvísi tæknin getur verið stórkostleg og hjálpað okkur með ýmislegt en hún hefur verið hagnýtt í öðrum tilgangi skilur, og COVID kannski ýtti undir þetta að þetta fór í einhvern farveg sem var mjög óæskilegur þannig að fyrsta málið það að við áttum okkur á stöðunni og við getum gert ýmislegt sem einstaklingar bara reynt að halda út í félagslegum samskiptum. Ég fer eiginlega alltaf á kassan en ekki í sjálfsafgreiðsluna, þó að sé engin röð þar. Og við getum reynt að hafa áhrif á fyrirtækin sem við erum að versla við. Sko. Þú veist, ég var eitthvað daginn, það var eitthvað spjallmenn og gat ekkert og ég sendi post, En þú veist, það þarf einstaklingin að gera lítið. En það sem ég kalla kannski eftir að stjórnvöld, sveitastjórnir og allt það, hugsi sér nú kannski tvísvar áður en að fara sjálfvirkni væða samfélagið vegna þess að það hefur afleiðingar sem að á fólk í samfélaginu þú veist, það ekkert slæmt við það í sjálfu sér að bjóða upp á spjallmenn á netinu en ef þú ert með það, þá verður þú líka að vera með eitthvað sem tekur síman eða getur tekið á móti þér
og það er ekkert slæmt við það er ekkert slæmt við afgreiðslukassa í sjálfstæðakvörðukassi í sjálfu sér, en þegar þetta safnast allt saman þá verður þetta slæmt og það verður einhver að hafa yfirsýn með því og það hljóta að vera stjórnvöld og sveitastjórnirnar og stórfyrirtækin með sitt starfsfólk eða kuna eða þá sem í samfélaginu sem verður að hafa yfirsýn yfir hvað að gerast í samfélaginu. En það einhvern veginn engin að velta því fyrir sér, vegna þess að allir að hugsa okkur, þetta gott, þá getum við svara fleiri símtölum með þessum hætti. Þetta verður skilvirkt að komast fleiri gegnum kerfi hérna, þá getum við spara þessa peninga. Arðsemi fyrirtækin er látin ráða uppbyggingu samfélagina. Já. Og þar með og líka þá sem að gerist þá að þegar þetta lýsir þessu, þá sér maður fyrir sér svona almanna rýmið umbreytast og við erum að minnkar. Það rými sem er svona, við myndum geta sagt að tilheyrir bara samfélaginu og lýðræðinu, að það verður alltaf minna og við erum sífellt meira inn á svæðum sem er stýrt af og fylgjast með okkur, ekki bara og líka það er nær samfélagi svo mikilvægt að þarna á þetta samtal sér stað og leiðum við hættum að leiðum nærsamfélagi brotnar aðeins upp og það er ekki einn sterkt og öflugt og allt það, þá minnkar allt þetta samtal, leiðum við færuð á neti, þá er það kannski fólk sem er annars staðar en ekki í nærsamfélaginu sem nýtist okkur ekki eins vel og meira segja í nærsamfélaginu út á við, þá er náttúrulega verið að reyna að fjölga eftirlitsmyndavélum og allt þetta sem er líka partur af þessu, skilurðu. Þannig að þetta, það er verið að þrengja að okkur hvað þetta var það líka, Þekking á nærsamfélaginu, það var einna lærdómum hrunsins 2008 að bankar voru í gamla daga byggður upp þannig að það voru útibú sem hlóðust upp og þannig að útibústjórinn hann þekkti sitt samfélag, vissi það að það var hægt að treysta þér og þínu fólkið, þekkti, atvinnugreinin þín væri svona og þarlega með það væri svona traust svip og ég var að lýsa á það með matvæladreifingu í París að það gekk á milli traust og þannig byggðust bankar upp. En á 10. áratug síðustu aldar þá voru þetta skipt út fyrir reikniformúlur sem að reiknuðu áhættu og kerfi hrundi bara örfáum árum seinna og er aftur að fara að hrynja núna og mun hrynja reglulega þangað til að við byggjum þetta upp á einhverju svona mannlegum skala. Og þegar við sjáum þetta aftur og aftur, við sjáum þetta upplýsingaöldin, hún bara upplýsa vísinda og afhelgum samfélagsins, þá var samfélag allt svona skilvirkara, þessi rationalismi fór að ná yfir allt. Við sjáum, Max Weber talaði mikið um þetta og járnbúrið, Iron Cage, við erum föst inn í einhverju járnbúri og bjúrokrasíu sem að gefur okkur ekki neitt og fyrir okkur öllu og allt það. Svo á 20. öldinni þá kemur eitthvað svona dægumenning til fyrir að leyfa okkur að hafa gaman, Elvis Presley og Beatlarnir og eitthvað og við getum loksins fara að við sáum það að bara okkur fara að líða illa, taylorismin í verksmiðjum og allt það var að fyrra mannin af eðli sín og allt það. Svo kemur dægumenningin með eitthvað svona sem við getum sleppt fram á okkur beislin og allt þetta, en nú komin þangað að við eigum ekki þessa stundir, þessu er öllu stjórnað af einhverjum markasöflum sem að við höfum kannski ekki ráð á og við höfum tapað, eins og ég sagði það, við höfum tapað þessu rými okkar fyrir félagslega samskipti sem eru á okkar forsendum. Þau eru alltaf á forsendum einhver annara, það sem við kaupum aðgang að félagslegum töfrum í gegnum kreditkortið okkar. Og það kemur ekki í staðinn fyrir það samfélag sem við byggjum á millum okkar og er kallað menning. Nákvæmlega. Þannig ég finnst þetta að vera risastórt mál og rosalega mikil og hröð þróun í þessa átt og þess er mikilvægt að strefið og átt að segja á mikilvægi þessa félagslegu töfra sem myndast í félagslegum samskiptum. Viðar, kæra þakki fyrir að koma hingað og ræða þetta mikilvæga mál og við munum halda áfram að ræða þessi mál hérna við rauðaborðið vaxandi vanlíðan í samfélaginu og hvernig kannski samfélagið á millum okkar sé að leysast upp á tækniöld. En við skiptum yfir í annað eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, samtal á sunnudegi og helgispjall.